Við erum öll samfélagið. Í þessu ástandi sem nú varir berjast flest fyrirtæki í bökkum við að halda sinni starfsemi gangandi. Þetta á þó meira við ferðaþjónustu og fyrirtæki tengd ferðaþjónustu þar sem flestöll flugfélög í heiminum hafa nánast lokað sinni starfsemi vegna faraldursins. Mörg fyrirtæki hafa stigið fram og sagst ekki ætla að fara í umfangsmiklar uppsagnir en þær fréttir koma aðallega erlendis frá. Halla Tómasdóttir, fyrrverandi forsetaframbjóðandi og núverandi forstjóri B-Team í New York, hefur haldið úti live straumi frá einangurinn sinni að heiman og lýsir ástandinu vel í New York. Þar enginn á ferli, ekki nokkuð maður. Þar í borg mikið verið að höfða til þess góða í forstjórum fyrirtækja að halda starfsfólki í vinnu þrátt fyrir hræðilegt ástand. Samfélagsleg ábyrgð í sinni fegurstu mynd. Förum aftur heim í okkar krúttlega hagkerfi. Í vikunum hlustaði ég á viðtal við forstjóra Isavia ohf. En þar fengu 100 starfsmenn brottfararspjald sitt í gær. Forstjórinn talaði að eiginfjárstaða og lausafjárstaða fyrirtækisins væri mjög sterk. Hún hafi í raun aldrei verið sterkari. Af hverju ætli það sé? Jú, Isavia, lesist Íslenska ríkið, hefur ekki farið varhluta af því gullæði sem hefur einkennt ferðaþjónustuna og hagnast ríkulega síðastliðin 5-7 ár. Af íslenskum og erlendum flugfélögum sem lenda í Keflavík. Skyndilega staðan, að minnsta kosti tímabundið, mjög breytt og nú þarf ríkið að veita eina íslenska flugfélaginu sem enn í rekstri duglega fjárhagsaðstoð svo það geti haldið uppi lágmarkssamgöngum til og frá landinu. Gott og vel. En punktur minn þessi. Þetta tímabundið ástand. Með því að Isavia sé að segja upp 100 manns til að sýna viðbrögð og rekstrarlegt aðhald, þá félagið bara að færa kostnaðinn frá einum vasa, sem vasi Isavia ohf, yfir í annan, Vinnumálastofnun. Kostnaður okkur skattgreiðenda nánast sá sami. En það sem þessi aðgerð sýnir hversu lítið manneskjan metin í fyrirtækjarekstri. Það hefur slæm áhrif á alla að vera sagt upp störfum. Þannig að þó þetta komi út á eitt fyrir okkur skattborgara, þá að vera að snúa lífinu hjá 100 fjölskyldum á hvolf, mögulega óþörfu. Í sama viðtali forstjórinn að berja sér að brjóst yfir því að félagið hafi aldrei verið fjárhagslega sterkara. Frekar ósmekklegt allt að mínu mati. Þó mér finnst þetta í besta falli ósmekklegt, þá ég varla nógu sterk orð til að lýsa vanþóknun minni á aðgerðum Bláa lónsins. Félagið sagði upp 164 starfsmönnum á fyrstu dögum farsóttarinnar og leita svo náðir okkar skattborgara með greiðsluhluta launa 400 manns til viðbótar. Þetta sama fyrirtæki hefur fleytt rjómann af ferðamannabólunni og greitt rúmlega 12.000 milljónir króna í arð til eigenda sinna síðastliðin 8 ár sem mjög litlir eða jafnvel engir skattar eru greiddir af vegna skattalegra útúrsnúninga. Eigið Bláa lónsins nam í lok árs 2018 litlum 12.400 milljónum króna. Í alvöru, samlandar, hver ábyrgðin og samheldnin í okkar þjóðfélagi? Ég ekki að tala að þessi fyrirtæki ætti að vera að greiða fólki laun þegar enginn til peningurinn, en þessi fyrirtæki hafa hagnast milljarða á milljarða ofan ár eftir ár.